Friðrik heiti ég og ég ætla að segja ykkur frá Neista 1 þar sem ég skrifaði pitch fyrir Modular PLC, innviði fyrir samfellda sköpun. Þetta verkefni snýst að breyta grunninnviðum PLC-kennslu í Verkmenntaskólanum á Akureyri. Markmiðið einfalt að gefa nemendum eigin búnað sem þeir halda og nota yfir 2 til 3 áranir í stað þess að deila takmörkuðum búnaði sem þarf alltaf að rífa í lok hvers tíma. Forsagan okkar þó eða hvað við erum að reyna að laga. Vandamálið er skipulagsleg mótstaða í námsumhverfinu. Þetta eitthvað úr kennslefninu, þess að þetta mjög óþjólt fyrir mig að segja. Þegar nemendur eyða 30 til 40 mínútum í uppsetningu og niður yfir hverjum tengitíma verið að drepa niður hversdagslega sköpun. Svo sköpun þarf stutt aðlögunartímabil og hraðprófanir, en kerfið okkar hamlar nákvæmlega því. Nemendur ná aldrei að byggja upp raunverulega efnislega tengingu við búnaðinn því þeir eru alltaf að byrja frá núlli. Og hvernig ætlum við að leysa þetta? Við breytum nemendunum í framleiðendur. Lykilhugsunin að nemandinn fer úr því að vera neytandi kennarefnisins sem við sköfum yfir í það að vera framleiðendur eigin verkfæris. Þetta þjálfar frumkvöðlahugsun, seglu og sjálfstraust og tækifæra greiningu og nemandinn sér vandamáli sem tækifæri sem þarf seglu og það þarf seglu til að klára þessa smíði. Við viljum meina að þetta sé sjálfsforustað í verki og þeir eru að taka ábyrgð á sínu eigin námi. Tæknin sem við ætlum að nota í þetta í DSC og MSTB tengi, mjög fræðilegt og skemmtilegt og það snýst efnislega lærdóm. Þegar nemendur snerta í hlutina, leggja og beygja og þurfa að tengja og lóða og allt saman sem þeir eru búin að gera áður, en þegar þeir tengja eitthvað sem þeir fá að eiga þá verður þetta allt miklu sterkara fyrir þá. Þannig að þeir eru að byggja upp skilning hvernig hlutinni virka undir húddinu, ekki bara einfaldlega að þetta svona, þeir vita nákvæmlega hvað þeir voru að gera og af hverju þetta á að virka. Þannig að IDC-tengið hraðtengið sem einfaldur uppsetningu, verður öllum búnaði, þannig að þeir getið bara einfaldlega pluggað í, tekur 3 sekundur, blúb, og MSTB-tengin líka eftir svona iðnaðarstælunum, skrúunum sem við erum að tengja inn á vélarnar. Þannig að þeir fá bæði hagnýta færni og iðnaðar viðmiðin okkar sem við erum alltaf að reyna að koma inn og það eykur kannski eignarhaldstilfinningu þeirra á náminu. Og svo hvernig tengist þetta allt saman? Kerfið byggist á 3 lögum, stýrivélin, baseboard sem við smíðum líka, sem dreifur merkjónum og svo simulation brettin sem nemendur smíða. Og það snýst allt saman efnislegan lærdóm. Þegar nemendur snerta í hlutuna og tengja á allt saman, að þá verður þetta allt miklu betra, en ég ætla samt ekki að segja þetta því ég villis að glæðir. Kerfið, hvernig tengist þetta saman? 3 lög kerfisins draga úr flækjum og gefa nemendum frelsi til að einbeita sér á forritun og rökfræði. Það er það sem áfangin snýst að fá til að skilja hvernig kerfin virka. Og til þess að hversdagslega sköpun blómstri þarf umhverfið að vera tilbúið. Það er þessi innviðabreyting sem skiptir máli, allavega frá mínu sjónarmiði. Þannig að námsferlið frá 3. til 5. annar og fylgir þá líka áskoruðum miðuna námi sem að greina vandamál, rannsaka lausnir og framkvæma. Og svo förum við yfir í smíðaferlið. Og þá fá þeir íhlutapakka, gagnvirtar leiðbeiningar og þeir fara í FabLabið. Það er það sem er alveg sterkasti punkturinn. Og til að segja að smíðaferlið sé maker education í verki. Umbreyting hugmynda í áþreifanlegan hlut. Nemandi fær 49 íhluti sem er staða núna, við vitum ekki alveg hvað ætlum að gera, og fer svo í gegnum skipulagt ferli við lóðun, samsetningu, FabLab vinnu, og FabLab er sérstaklega mikilvæg sem valdefling út af við höfum aðgang og rosalega fínni FabLab aðstöðu. Nemendur nota leysiskur þar, skera út brettið undir og 3D prenta svo alls konar stykki sem eru fyrir til að setja saman borðið. Og þannig kláraði sitt eigin verkefni. Árangurinn verður ekki bara tæknilegur, þetta er líka sálfræðilegur. Þarna að sjá þeir að þeir geta búið til hluti frá grunni. Og þetta er sjálfstraustið sem er grunnurinn af frumkvöðlahugsun. Og svo förum við dæmum verkefni. Verkefnið snýst að verkefnin sýna kerfin í reynd. Og við reynum að forrita allt og smíða þannig að þeir fá að gera hlutina. Nemendur fókus á forritun og rökfræði frekar en víravandamál. Við erum að reyna að finna út af hverju hlutinni virka ekki.
Þetta er hversdagsleg sköpun í besta lagi. Hugmynd, tilraun, lagfæring, ný tilraun, hugmynd og áfram heldur þetta ferli. Stuttur aðlögunartími með því að geta pluggað í og þá eru færri hindranir og það er ítrekkuprófum. Þeir fá lengri tíma til að leysa vandamálin sem við finna, sem er nákvæmlega það umhverfið sem sköpun á að dafna í samkvæmt minni sannfæringu. Og svo kemur svona þetta leiðilega hagsmunaaðilar hverju græða á því. Nemandinn græðir náttúrulega klárlega á þessu því hann var vinnufrið og samfellda reynslu. Hann þarf ekki alltaf að vera að brjóta og þarf ekki að vera að spá í hvert víraðin er að fara nema kannski einu sinni. Við prófum að tengja klárlega en þetta gerir það að verkum að við getum tengt og drífið því sundur og tengt og drífið því sundur hraðar. Skólinn fær klárlega betri nýtingu auðlinda og kennarinn fær meiri sveigjanleika. Við erum ekki eins bundnir við það að vera að bíða eftir því að einstaklingar sé að tengja þá einhver getur við að tengja þá er einhver sem er að forrita þannig ég nýtist betur þannig að þetta er kerfisbreyting það hagnast allir á þessu þetta er ekki bara einhver einstaklingsbundin breyting út af mig langar að gera það svo er tengsl við fræðin það eru 4 meginstóðir sem við erum að eldast við það eru hversdagsleg sköpun everyday creativity frumkvöðla hugsunin og makermentun og svo áskora miðað nám greina rannsaka framkvæma og frumkvöðlahugsunin á að þjálfa nemendum í seglu og sjálfstraust og maker education er umbreytti hugmynda í eitthvað áþreifilegt þeir eru með hugmynd eða fá hugmynd á blaði og þeir eru að breyta þeir fá tækifæri til að merkja persónulega í FabLabinu velja sér liti til að prenta eða breyta út frá því sem við leggjum með eða þeir nennan að læra á þau forrit eða hafa tíma á þessum tímapunkti og þetta er sem sagt pitchið mitt þetta er Friðrik Óli, Nist 1 og bara takk fyrir að hlusta